Góðan daginn og gleðilegt sumar. Mig langar til þess að sýna ykkur aðeins pottana sem ég er með í sölu á vefverslun Garðaflóru. Ég er með tvær týpur til þess að byrja með sem eru mjög hentugar fyrir svona uppeldi. Og þetta hérna eru hólfabakkarnir. 7 cm og 8 cm dýpt. Það eru 20 pottar í hverjum bakka og þeir henta rosalega vel fyrir sumarblóm og líka svona fyrir fyrstu priklun á fjölarengum og og runnum. Svo eru 9x9 cm pottarnir sem henta vel bæði fyrir fjölarenga og runna og tré svona á fyrstu stigum, og það er bæði hægt að dreifplanta bara beint í þá eða umpotta úr 7 cm pottanum þegar þeir eru orðnir litlir. Og þegar maður er svona með heimaræktun að þá er nú plássið yfirleitt á skornum skammti. Og þessi stærð er mjög hentug því að hún er nægilega stór til þess að plönturnar nái að vaxa vel fyrsta sumarið án þess þó að taka alltaf mikið pláss. Og bakkarnir eru mjög hentugir. Ég er með þetta hérna inn í gróðurhúsi og það var mjög gott að geta tekið bakkana niður til þess að vökva þannig að maður geti fylgst með. Að því að einhverju hluta vegna þá er það þannig að það einhvern veginn þarf aldrei að vökva alla pottana í bakkanum á sama tíma. Sumir eru rennandi blautir og meðan aðrir eru skrælþurrir, þannig að það er mjög þægilegt að geta tekið bakkana niður og vökvað í og þá sér maður betur hvað það er sem þarf að vökva. Og eins líka hvort ef lúsin er komin á stjá og maður þarf eitthvað að úða. Og eins líka bara til þess að færa pottana út og annað, þá er maður með 18 potta í saman bakkanum sem maður getur bara fært á einu bretti sem er mjög þægilegt. Þannig að ég mæli alveg eindregið með þessum pottum, ég finnst þeir rosalega góðir. Og þessi týpa er úr þykkara plasti, þannig að þetta eru sem sagt pottarnir sem ég er með til sölu. Þetta hérna eru 10x10 cm pottar úr þynnra plasti og þeir eru ágæti líka en þeir eru miklu viðkvæmari fyrir hnjaski, þannig að það þarf minna til þess að þeir rifni. Og þar af leiðandi endast þeir ekki eins lengi. En þessi plastið er þykkara þannig að það er alveg hægt að nota í nokkur skipti og þá þarf maður bara með upp úr sápuvatni á milli eða skólar það með sápuvatni og það er svo sem ekkert að skrúbba það neitt, bara skóla mestu moldin af. Þannig að endilega kíkið á því sem eruð að rækta eitthvað.